Í sveitum landsins að finna ýmiss konar vélar, tæki og tól sem hafa hinn ýmsu hlutverk. Þau leysa oftar en ekki mannshöndin af hólmi, auka jafnvel framleiðslugetu og svo eru margir sem eru farnir að huga að því að lifa í sátt og samlyndi við náttúruna. Í garðyrkjustöðinni í Lambhaga að finna vél sem framleiðir potta úr pappír sem eyðast á stuttum tíma í náttúrunni. Þetta fyrsta vélin sem framleitt svona fyrir salat og krydd. Þetta moldavélin, hér brytjar hún moldina niður, hún kemur hérna niður, fer niður í 2 rör. Og þegar hún komir hérna niður í rörið, þá taka við þessi pappírstrimlar hérna. Pappírstrimlarnir fara utan rörið, svo þetta límt hér. Það líma á efst í röndinni og þetta fer hérna áfram og svo velum maður hvað langan pott maður vill hafa og ef þú ætlar að hafa 4,5 cm sem ég er með í dag þá bara hekkur það en annars get ég bara fært það og haft hann upp í hvað marga centimeter sem ég vil. Og þetta eru pottarnir. Þessi umbúð sem utanum pottinn, sem potturinn okkar, pappír og þetta eru bara trefjar. Og þetta eyðist á það bil 45 dögum í náttúrunni. En að því að fólk hugsa nú alltaf mikið peninga, þetta einhverju leyti hagkvæmara á annan hátt en bara umhverfis? Já, þessi hérna kostar 5 til 15 aura, þessi pottur. Hinn kostar 3 krónur. Þannig að þetta sparar þér töluverðan pening líka? Já, mér og umhverfinu. Ég er ekki síðasta kynslóð á jörðinni. Nei. Við framleiðum 8 milljón potta hérna á ári og þetta bara fyrir þessa gróðrarstöð en það verður að framleiða miklu meira. En eins og bara garðyrkjan, ef við tökum hana sem dæmi, eru vélar að miklu leyti búin að taka við af handaflinu? Já, miklu leyti. Já. Allt það sem ég ræktaði hérna 400 tonna salati og kryddi og þetta allt vélvætt, færslan vélvætt. Ég vélvætt allt hérna hjá mér. Það mikla framkvæmdir og allt gengur þetta. Það allt leið með þetta. Umhverfisþátturinn skipti gríðarlega miklu máli? Mjög miklu. Hér notum við engin eiturefni, bara lífræna varnir með flugum og heitt vatn. Aldrei eiturefni. Maður hugsa sér ekki að grænmeti geti á nokkurn hátt verið mengandi fyrir umhverfið, en þessi plastpottar, þeir hljóta að vera mjög vondir. Gríðarleg mengun allan heim í plastpottunum og öllu því plasti sem búið að nota. Þetta geysilega mikil og erfið og ljót saga. Og þetta sportnar við því? Já, það sem ég að gera. 8 milljón pottar sem býr til úr pappa, kaupar 2 litla pallettur af pappír, býr þetta til, annars verða fleiri gámar af plastpottum. Þetta mjög heilnæmt. Allt það sem ég reyna að gera hugsa sem heilnæmt. Allt frá árinu 2006 hefur markvisst verið boðið upp á arfgerðargreiningar hrossa á Íslandi. Í dag eru stroksýni tekin úr öllum hrissum og geldingum sem koma til kynbótadóms. Sjóði styrpa. Svona það gert. Það ekki flóknara en það? Það ekki flóknara en þetta. Hvað nákvæmlega varst að gera núna? Nú ég að ná í smá slím úr nösinni á henni hörpusjöfn. Okkur langar að staðfesta að hún sé rétt ættfærð. Það þannig að við getum ekki labbað að henni og spurt hana hverra mann hún sé, en í hrossarækt þá verðum við að vera nokkuð öruggir að hross sé örugglega undan skráðri móður og skráðum föður til að allt okkar kynbótakerfi sé að virka. Og það staðfestum við með svona DNA-sýni. Þetta sendi ég til fyrirtæki sem heitir Matís í Reykjavík og þeir greina 17 erfðavísasæti úr þessu sýni og bera saman við skráðan föður og skráða móður til þess að staðfesta að hér sé allt rétt. Fyrir þá sem að vasast í hestamennsku þá þetta náttúrulega alveg heilagt og fólk veit út á hvað þetta gengur. En hvers vegna eru þið að þessu? Öll búfjárrækt gengur náttúrulega
á eitthvað mat á eiginleikum. Við viljum fá lömbin þyngri og meira kjöt og oft minni fitu. Í hrossunum erum við að bæta gangtegundir og bæta byggingarlag. Þetta eru fjölmargir þættir. Öll búfjárrækt gengur náttúrulega út á öryggi, eins mikið öryggi og hægt er. Ef eitthvað misfest, það hefur sýnt sig að það gerist einstaka sinnum að hryssur stela folöldum út í haga. Eldri hryssur geta stolið folöldum frá ungum og óhörnuðum hryssum. Og það myndum við kannski ekkert vita, segjum svo nokkrar hryssur kasti sömu nótt, fyrr en og ef við gerum eitthvað svona. Við bara staðfestum að þetta sé svona. Og í annan stað þá fara hryssur oft undir fleiri en eitt stóðhest sama sumar. En ef við gerðum ekki þetta, þá gætum við ekkert verið viss hver hinn raunverulegi faðir er. Þannig að þetta er bara öryggisfaktor. Og þessar upplýsingar sem hún nærði hér, hvert fara þær? Þetta er allt skráð? Þetta er allt skráð, keyrt inn í mikinn og stóran gagnabanka sem heitir Worldfengur, sem er svona stofngrunnur íslenska hrossakynsins. Þar eru allar upplýsingar okkar dýrmæta kyn. Þetta dýrmæta kyn, segir Þetta dýrmæta kyn, já. Þetta dýrmæta kyn, íslenski hesturinn, á þetta sér einhverja hliðstæðu annar staðar í heiminum og þá meina ég sko þessi skráning og þessi ættbókarfærsla og... Ég ætla nú ekki að vera með of stóra fullyrðingar en ég held að veraldarfengur sé býsna einstakur og svo framsýni sem menn viðhöfðu með því að koma honum á fót. Þessi miðlæga upplýsingasöfnun og allir taka þátt í sama verkefni að bæta stofn og safna upplýsingunum saman. Ég held, megi segja að það sé býsna einstakt. Og kynbótadómar, þetta skiptir máli þar. Geturðu útskýrt aðeins hvað það er og hvernig það Kynbótadómar? Já. Þeir fara fram frá því snemma vors og langt fram eftir hausti. Þar koma bæði hryssur og stóðhestar og geldingar fyrir 3 manna dómnefnd. Þar eru þau metin fyrir byggingu, fyrir ansi marga þætti. Höfuð, hálserðar og bóa, bak og lend, samræmi, fótagerð, réttleika og prúðleika. Þessi er svolítið prúðmiðað við mig, hún er vel hærð. Já. Og þeim eru gefnar einkunnir á skalanum 5 og upp í 10. Og svo fara þau út á braut. Þar eru hæfileika þættirnir metnir, tölt, brokk, skeið, stökk, vilji og geðslag, fegur í reið og fet, plús hægu gangtegundunar, hægt tölt og hægt stökk. Allt þetta er svo lagt saman samkvæmt ákveðnum vægisstuðlum og hrossið hlýtur aðalengun fyrir byggingu og hæfileika. Og öllum upplýsingum er svo safnað miðlægt saman inn í veraldarfeng sem ég nefndi áðan og þar er reiknað svokallað kynbótamat, eða blúb. Og það er eitt stór svartur galdrakassi sem byggir á öllum ætteitnistengingum, öllum gögnum, öllum dómum og út kemur kynbótaspá. Já. Þeir reiknuð út svona 2 ára ári. Og hversu nákvæm er hún? Geturðu bara séð nákvæmlega hvernig fóleldið verður? Hún hefur náttúrulega mismunandi öryggi. Eftir því sem að stóðhestar eignast fleiri dæmd afkvæmi þá eru meira öryggi á þeirra mati en stóðhestur sem hefur bara sinn einstaklingsdóm en engin afkvæmi. Hans mat verður aldrei mikið örugt fyrir en afkvæmin fara að tikka inn og eins náttúrulega eiga hryssur mun færri afkvæmi heldur en stóðhestar þannig að öryggið að mati hryssana er heldur svona grynnra heldur en hjá stóðhestunum sko. Er þetta skemmtileg vinna? Þetta er ofsalega skemmtileg vinna. Sjá mörg kross og fara víða og kynnast fólki. En ef þau verða mikið reið við mig þá fer ég aðra leið og tek úr faxi með rót og þá getur Matís í Reykjavík, þá geta þið klift bara hársekkjana úr og útbúið DNA sín á þeim grunni. Já, þannig að þetta er bara, eins og annað DNA. Það er svolítið eins og að vera rannsóknarlögreglumaður. Já, svolítið. Svolítið svoleiðis. Bændur eru sífellt að leita nýrra leiða til að nýta afurðir sínar betur og þá ekki síst þessar umframafurðir sem annars er hent. Í Skagafirði eru bændur sem búa til snyrtivörur úr minkafitu. Gandur er samnefni á vörunum sem við erum að framleiða úr minkafitu og íslenskum jurtum. Vissum alltaf að þessum góðu eiginleikum fitunar. Fólki sem var að vinna við verkefna kom alltaf mjög mjúkkennt heim úr vinnunni og voru náttúrulega búin að heyra þetta. En svo höfðum við pínlítið sérstaklega mammans var að byrja að hafa smá áhuga á því að búa til smyrsl úr minkafitunni. Þetta er alveg eðalolía ef maður hreinsar hana. Svo komu hestamenn að tala við okkur sem hefðu unnið hjá okkur einu sinni í verkefni
og þeim mér datt í hug hvort það væri gett að nota þetta við múkk í hrossum. Og síðan bróðir hans Einars dýralæknir og við fengum svona ráð hjá honum og ráðleggingar og svo byrjaði bara boltinn að reyna. Við erum með þess að sko smyrsl, húðsmyrsl fyrir skepnur, með sérstaklega áherslu á hesta, á múkk og sár. En það einnig mikið nýtt af kúabændum og sauðfjárbændum, spenasár og slysasár ýmiss konar. Síðan erum við komið með mannalínuna sem með sárabót og hælabót, 2 tegundir af smyrslum og svo það leðurfeiti á bara reiðtígi, gönguskó og annan leðurfatnað. Minkafitan inniheldur mikið af fjölómettuðum fitusýrum og í henni eru svona fitusýrukeðjurnar mjög langar sem gerir það meðal annars að verkum að hún verður mjög mjúk og smýgur mjög vel inn í húðina og mýkir hana og til dæmis á sárum og þá myndar hún himnu yfir sárunum sem hjálpar þeim að gróa. Svo eru sumir sem vilja meina hún sé mjög lík húðfitinu okkar. Já. Það sem gengur svona vel inn í húðina. Svolítið merkilegt. Menn horfðu bara upp á sár á höndunum og gróa þó þeir væri samt að vinna kannski erfiðisvinnu og það verður til þess að vitna til ára meðan við fláðum allt meira og minna á höndum. En þá bara sáum við hvað sárin grérur sko þegar þeir voru í þessum verkum og sem var óvanlegt því sem menn upplifðu samt venjulega. En það þróaðist þetta náttúrulega þannig hjá okkur að við fórum fyrst að framleiða þetta eins og Sólborg segir smyrsl sem var verið að nota við múkk í hestum. Svo fór fólk að sækja í þetta og sérstaklega fólk með svona húðvandamál, psoriasis og eksem og þurra húð og þá byrjum við að kljúa þetta í sundur og erum þá í dag með þessa mannalínu og hestalínu. Og áður en að þið fóruð út í þetta, hvað gerðu þið við þessa fitu? Hún var bara urðuð með skrokkunum. Þannig að þetta svona byproduct sem við erum að reyna að nýta betur. Og hvenær og hvernig náið þið þessari fitu? Er það eitthvað ákveðið aukaferli sem þið þurfum að fara í gegnum eða fellur þetta algjörlega til? Sko meginstarfsemin hjá okkur náttúrulega minkarækt og við erum að framleiða minkaskinn. Síðan erum við með verkun, þar sem við verkum skinnin og gerum þau tilbúin til að fara á markað. Og það semst við verkun skinnanna, þegar við erum að skrapa leðurhlið skinnanna, það þá sem við söfnum fitunni. Og það fer fram í nóvember á haustin. Og það fitan sem grunnurinn í smyrslunum. Hvernig passar það að vera snyrtivöruframleiðendur samhliða búskap? Það passar fínt. Við höfum þurft að læra ýmislegt nýtt sko. En það líka svolítið fyndið. Minkabændur eru oft að fylgjast með tískusveiflum í Mílanó og þannig það ekkert svo við bætum snyrtivörum. Það passar ákveðlega. Það er svo fínt saman, það ekki? Jú, og þetta náttúrulega bara líka gaman. Og bara gaman að geta nýtt þessa afurðir sem falla til við rekstrinum til fullnustu og reyna að hámarka verðmæti þeirra.